Hi everybody, welcome to this special episode of Icelandic for Foreigners. Today we're going to have a special guest, Siggi Hermannsson. For those of you who don't know who Siggi is, he is currently working on at least 2 projects that are very relevant for anyone that's learning Icelandic. So we're going to have him join me on a Zoom call and we're going to hear a little bit more about it. Don't forget to turn on the subtitles below, they'll be available in Icelandic and English. Blessaður og sæll, hvernig hefurðu það? Bara mjög fínt, takk fyrir. En þú? Mjög fínt. Það er gaman að loksins geta hitt þig. Já, algjörlega. Við erum búin að vera að spá í þessu myndbandi mjög lengi. Já, það er satt. Og hvernig gengur á Íslandi? Hvernig er veðrið? Veðrið er eins og má búast við. Rigning. Það er Kalt. Já. Það er skýrt í alveg 2 vikur og það bara stormur upp á annarkvæmt dag. Já, ég man vel eftir því. Þótt það sé búið að vera mjög lengi síðan ég búið á Íslandi, en ég man samt alveg mjög vel eftir því. Já. Þú ert núna í Bandaríkjunum á þetta, ekki? Jú, það er rétt. Það eru 8 ár síðan ég búið á Íslandi. Og já, ég bara búið í Bandaríkjunum síðan 2014 þegar ég kom heim. En hefur þú nokkru sinni búið erlendis? Já, ég var skiptirinn í Ekvador þegar ég var 17 ára. Er það? Wow, kanntu spænsku? No, solamente sé esta frase para decir que no y esta frase para explicar por qué. Ég skil. En já, það er samt mjög fínt og mjög mikilvægur frasi að kunna. Algjörlega. Hvað varstu lengi í Ekvador? Rétt tæplega ár. Já, það er svolítið lengi. Já. Ég er rosalega ánægður með að hafa gert þetta, sérstaklega þegar núna þá veit ég hvernig tilfinningin er fyrir nemendur mína. Það er alveg ný reynsla að læra annað tungumál og já, mér finnst það mjög uppfræðandi að geta farið á annað land og upplifa það sjálfur. Já, algjörlega. En já, þá eigum við kannski að fara inn í efnið. Það var eiginlega 2 sem ég vildi ræða við þig í dag og það fyrsta var, ég vildi byrja á að tala vefsíðuna þína. Já, Icelandic með í. Já, Icelandic með í sér og ég ætla að setja hlekkin fyrir neðan í description. En já, byrjaðu kannski bara að segja okkur aðeins frá því. Það sem sagt, síðan vaknaði til lífs í fyrstu COVID-lokurinni. Þá var ég að vinna hjá dósaverksmiðjunni og við þurftum að loka bara öllu út af COVID. Já. Þannig að mér leiddist alveg hrikalega. Já, okkur öllum. Sumir byrjuðu að baka, ég reyndi að kíkja í gömlu áhugamálum mín en var einhvern veginn small ekki neitt. Þannig að á endanum þá greip ég þessa hugmynd sem ég hafði haft bak við eyrað í svolítinn tíma. Ég byrjaði að skrifa grein NGNK-regluna. Þá hafði ég þessa hugmynd að skrifa kannski einhverjar 5-6 svona greinar, geyma þar á fólder í tölvunni minni og senda nemendum þegar þeir spurðu mig. Þú kannast við að þegar maður er að kenna þá er rosalega oft svona sömu spurningarnar sem maður fær aftur og aftur. Já, nákvæmlega. Aftur og aftur, en fyrir mismunandi fólk náttúrulega. Já, en ég verð að segja þér að þessar greinar, þær eru mjög nákvæmar, mjög vandlegar. Hvernig varst þú svona fróður í íslenskri málfræði heldur en aðrir Íslendingar? Ég er málfræðingur. Já, það útskýrir það kannski þá. Hvernig varst þú svona málfræðingur? Það var sem sagt 3 ára grunnnám við Háskóla Íslands í almennum málvísindum. Já, fínt. Það hjálpaði rosalega mikið að hafa þennan grunn í málfræði og hafa þennan dýpri skilning á því hvernig tungumálið virkar. Ég var að vinna þessar greinar en ég veit það að fyrir reynslu að ef maður skrifar eitthvað að þá þýðir það að maður skilji sjálfan sig, það þýðir ekki endilega að aðrir skilji það sem maður har skrifað. Já. Maður les það sem maður skrifaði og hugsa þetta meikar fullkomið sens. Já, ég kannast alveg við tilfinninguna, en já, greinarnar sem þú ert búin að skrifa, þá eru það bara mjög skýrar og ég vona að öðrum finnst það líka, en
Já, þú kann það allavega mjög vel, miklu betur heldur en aðrir sem hafa reynt að kenna íslensku. Takk fyrir það. Ég geti ómögulega tekið allan heiðurinn sjálfur. Eins og ég segi, þegar maður skrifar eitthvað sjálfur, þá veit maður aldrei hvort það sé jafn skýrt fyrir öðrum eins og fyrir manni sjálfur. Ég vissi það, þannig að fyrsta sem ég gerði það var að fá fólk til þess að prófarka lesa fyrir mig og lesa yfir betalesa. Já. Við ýmsa fyrrverandi nemendur og þáverandi nemendur og bara alla sem að mér tókst að gabba til þess að lesa þetta, til þess að lesa yfir og gefa mér komment þessi partur meikaði ekkert sens, þessi heildin ætti að vera endurröðuð og Já, það virkaði allavega. Og það var einmitt þaðan í rauninni sem að síðan kom. Eins og ég sagði, hugmyndin mín var bara að hafa einhverjar 5 greinar á fólder og senda það síðan fólk sem spurði mig og nemendur sem spurði mig. En beta-lesendurnir sem voru að lesa yfir greinar fyrir mig, algengasta spurning sem ég fekk var ætlarðu svo að setja þetta á netið. Það væri rosalega fínt að koma aðeins á netinu. Já. Og hvenær gerðu það? Það var þegar ég var búinn að skrifa ábyggilega alveg eitthvað 10 greinar eða svo og sko, eins og ég segi, fyrst ætlaði ég bara að skrifa einhverja 5-6, ég hélt að það væri þá bara nóg. Síðan skrifaði ég 5-6 greinar og sá fyrir mér að ég þurfti að skrifa svona 10-15 viðbót og síðan skrifaði ég 5 viðbót og 8 maður að ég vildi skrifa kannski 30 viðbót. Já. Núna erum við komin upp í það að það eru 42 greinar á 42, mjög fínt. Ég er að posta 40.000 annarri núna á morgun. Þegar vídeó kemur út þá hún sennilega væntanlega komin á síðuna. Það er eignafall sem eignafall einhvern, eignafall nafnorða. Já, ok, það verður mjög mikilvægt efni. Svo ég hvet áhorfendurna að kíkja á það verður mjög hjálpsamlegt. Ok, það er mjög fínt. Og já, hvað vakti áhugan þinn á að kenna íslensku og hjálpa útlendingum að læra íslensku? Það er bara fjölskyldubölvunin, við verðum öll kennarar. Ok. Hvað okkur finnst eða alveg saman hvað tautur og raular, við verðum öll kennarar á endanum. Það er bara í blóðinu þá? Það er bara í blóðinu. Ég hafði áhuga á tungumálum, ég lærði spænsku, svo lærði frönsku og endaði í málvísindum og varð svo kennari. Þú stendur þig mjög vel í að kenna. Takk fyrir. Ok, og þú býður líka upp á einkakennslu, er það ekki? Jú, hárrétt. Það er reyndar dagvinnan mín. Já, ok. Svo hvað áttu marga nemendur, ef ég má spyrja? Ég var að skoða þetta bara núna daginn. Ég held að ég hafi kennt 65 manns hingað til í einkatímum. 65 manns í heildina. Ég held að ég sé að kenna cirka 15 manns núna. Ok, já það er góður hópur. Og það má finna líka upplýsingarnar á vefsíðunni einkakennslu, er það ekki? Jú, nákvæmlega. Herðu, takk fyrir að segja okkur aðeins frá. Ég hvet ykkur alla endilega að kíkja á vefsíðuna. Hún er mjög hjálpsamleg, ég nota hana. Ég hef fundið margar greinar sem að útskýra reglur sem ég kunni ekki einu sinni og já, mér finnst það bara allt mjög velskipulagt og hjálpsamlegt. Svo ég hvet ykkur endilega að kíkja. Segir þetta að ég gera það sama með YouTube-channelið þitt. Fínt. Já, þá erum við bara að hjálpa hver öðrum, er það ekki? Já. En já, ok, eigum við kannski þá að tala aðeins orðabókina sem þú ert að vinna á. Hver eða hvar er þessi orðabók að finna? Hana er að finna á wordreference.com og tilurð orðabókarinnar var sem sagt svo að mér fannst svolítið óþolandi að það sé ekki til góð og ókeypis ensk orðabók á netinu. Já. Það eru til nokkra góða tilraunir, svo dikt sé hjá Wisconsin háskóla er nokkuð góð. Já, ég nota hana oft. Nákvæmlega, ég líka. En hún þeir eru ekki lengur að uppfæra hana. Þannig Já, það kemur mér ekki á óvart. Nei, Glossby
kom þokkaleg, fer í báðar áttir, en hún vel að þýdd, þannig að ég treysti rosalega lítið. Já, maður þarf að kunna aðeins meira í málinu áður en maður notar glossby, hef ég tekið eftir því. Maður getur ekki treyst henni í blindni, eins og ef maður þýðir bí úr ensku og íslensku, þá fær maður vera, verða eða liggja. Já. En já, það eru nokkrar svona sigur. Diktsyssi rosalega góð milli íslensku og þýsku, en ennþá frekar lítil á milli íslensku og ensku. En hún alltaf að stækka, vonandi verður hún bara glæsileg í framtíðinni. Já, og hvað eru margir sjálfboðaliðar að vinna á word reference orðabókinni? Sko, það breytist, það rosalega breytilegt milli vikna. Í heildina held ég að við höfum svona tæplega 60 manns hafa lagt svona góða hönd á plóg. Þannig að þessi orðabók í rauninni ávöxtur erfiðis alveg 60 manns. Já, og hvað eru komin mörg orð upp í orðabókinni? Akkurat núna hún ennþá of lítil fyrir minn smekk. Á netinu við með eitthvað 12.000 orð. 12.000, ok. En það af því að ferlið í nokkrum lögum. Við erum búin að þýða 66.000 orð sem á stærð við orðabók Árnastofnunar, íslensku orðabók Árnastofnunar. Já. Við erum bara búin að fara, þá kemur að næsta lagi þar sem að fara yfir og staðfesta hverja einustu þýðingu. Það svona gæðastjórnarferli. Þar erum við bara búin að fara yfir 20.000 orð. Já. Þannig að við erum að fara yfir 40.000 orð til þess að stækka allt. Hvernig þarna? Núna vantar okkur bara fleiri sjálfboðaliða til þess að hjálpa. Já, það svolítið stort verkefni, það ekki? Jú, algjörlega, en ég ekki betra að gera. Og ég veit að það eru að finna heilar setningar á frönsku til dæmis, og það eitthvað sem að koma líka með íslensku, heilar setningar? Já, alveg 100%. Í augnablikinu erum við bara búin að setja upp ensk-íslenska partinn, við eigum eftir að vinna í íslenska-enska partinu. Já. En það þetta sem svo mikill styrkur word reference orðabókanna, það að þeir í rauninni þýðir þetta ekki heilar setningar en orðatiltæki og algeng orðasambönd. Já. Wake up at the crack of dawn. Þetta orðasamband sem maður skilur ekki þó að maður þekki öll orðin. Já, nefnilega. Skoru sólarupprásar. Já, það meikar ekki sens með hvernig segir maður það svona í bókstaflegri þýðingu. Nákvæmlega. Þannig að word reference rosalega gott með að hafa svona orðatiltæki tilbúin til þýðingar. Við erum mjög bráðlega að fara að vinna að íslensk-enska partinum og þá mun ég alveg sérstaklega vilja fá til liðs við mig fólk sem talar ensku að móðumáli eða talar mjög góða ensku og hefur lært íslensku eins og þig ef þig langar að leggja hönd á plóg. Já, það kannski eitthvað sem ég get hjálpað aðeins meira við. Ég treysti mér ekki fyrir því að þýða orðin yfir á ensku eða á íslensku. Já, cool. En það verður mjög spennandi. Já, algjörlega, ég hlakka til. Ég vildi líka koma með nokkrar bara almennar spurningar íslenskukennslu og ég vildi spyrja þig að þínu mati eða í þinni reynslu þá hvernig tekst útlendingum að læra íslensku og hvernig á að bæta þetta? Sko, hvernig fólki gengur að læra íslensku, það fer rosalega mikið eftir viðkomandi. Sko, eins og ef maður skoðar second language acquisition literatúrin sem ég hef aðeins gluggað í, að þá kemur það almennt nánast eingöngu niður á hvatningu, hvort að nemandinn hafi internal hvatningu, hvort að viðkomandi langi djúpt innra með sér til þess að læra þetta mál, hafi drifkraft til að læra það. Og ef að viðkomandi hefur þennan drifkraft, að þá virðist það vera þannig að viðkomandi mun læra á endanum, nánast alveg sama hvað. Já. En að því sögðu, það svo margt sem að við sem samfélag, íslenskt samfélag,
gætum gert betur til þess að styðja við fólki sem vill læra, gera það auðveldara, gera það fljótlegra, gera það búa til svona gögn eins og orðabækur og eins og námsefni sem að væri auðveldara að komast í. Það rosalega margt sem við getum gert betur hvað það varðar. Já, og þú ert allavega að hjálpa við það. Eitt af því sem mér fannst einmitt svo ógeðslega pirrandi þegar ég var að kenna íslensku, það var að jafnvel nemendur sem voru allir að vilja gerðir, mjög sjálfstæðir nemendur, mjög sterkir nemendur, þau gátu ekki googla spurningarna sinnar. Já. Það var ekki hægt að googla bara how to use the accusative case in Icelandic eða prepositions of case, what's the relationship. Þau gátu ekki googla það. Já, einmitt. Þetta á netinu. Já, og það var nefnilega hugmyndin þegar ég bjó til rásina mína var, ég vil bara hafa eitthvað fáanlegt á netinu. Já, nákvæmlega, þegar það svo mikilvægt, sérstaklega fyrir sjálfstæða nemendur. Þegar ég lærði spænsku og þegar ég lærði frönsku, þá var ég ekkert sérstaklega mikið að læra þetta í skóla. Ég bara eignaðist vini, tala fólk og svo þegar það vöknu einhverja spurningar hjá mér, þá googlaði ég það. Já, einmitt, það er alveg sama hjá mér þegar ég reyni að læra ný mál, þá ég kann alveg að gera það sjálfur ef að það er eitthvað að finna á netinu í sambandi við námsgögn og svo framvegis. En þegar það skortir, þá er það mjög erfitt. Það er svolítið markmiðið með Icelandic myndi í sér að fólk geti googlað spurningarna sínar. Cool. Er eitthvað annað sem þið langar að segja okkur áður en við verðum búnir? Já, tvennt. Alveg eins og ég bað þig, Brian, áðan að endilega vera með í orðabókinni, þá segi ég bara við hvern sem hann hefur lært þokkalega góða íslensku og sem talar ensku að móðumáli eða talar mjög góða ensku, endilega verið í sambandi við mig og láta mig vita ef þið viljið vera með í að taka þátt í að vinna í íslensk-enska partinum af orðabókinni. Það veitir ekki af fleiri höndum. Já, einmitt. Já, ég hvet ykkur alla að gera það og ég skal reyna að gera það sjálfur. Já, það er mjög fínt. Takk fyrir áminningin. Takk fyrir áminninguna, er það ekki? Svo bara til hliðar vildi ég segja takk fyrir seríuna þína íslenska veitingaháttinn. Ég ætlaði að fara að skrifa seríu af greinum veitingahátt, sá svo seríuna þína og hætti við. Vá. Bara seríu og segja, já, ég ætla að læra veitingahátt. Tjekka Brian Kasper, hann reddar þessu, ég þarf ekki að tala það. Já, takk, það er bara mjög mikið hrós og takk fyrir það. Og ég er glaður að það hafi komið einhverjum að gagni. Ja, algjörlega, þetta er rosalega gagleg sería. Hún er alltaf bara heilt. Og hvað var það annað sem þú vildir segja áður en við ljúkum? Þá held ég að þetta sé bara allt, sko. Já, fínt. En heyrðu, takk fyrir spjallið. Mér fannst það mjög skemmtilegt. Gaman að sjá þig. Takk sem leiðis. Höfum samband. Bless.